Góðan dag. Við tignum og tilbýðum góðan Guð og góður Guður leyfir okkur að gera margt í lífinu. Stendur með okkur hér á líka þar. Hvorki strangur Guð né þverr heldur mildur Guð, eins og faðir sem elskar börn sín og nýtur þess að sjá þau frjáls. Svona svo Guð sem ég þekki. Sumt sem við gerum lætur gamlan draum rætast. Guð hefur ekkert á móti því að slíkt gerist. Annað eru fordómar sem hafa Guð í kassa. En Guð ekki hólfi að mönnum gerðum. Hann treystir okkur og meira, þekkir okkur, eina sem hann biður að við gleymum sér ekki. Fyrir sömu geti ferð til fjarlægsland verið freisting. Hann einn, enginn sér hann, né þekkir. Einn fær ekki svarað fyrir alla, né getur gert. Hver hefur sitt? Trúin í hjarta hvers einstaklings það sem menn leyfa henni að verða. Hvar sem við erum, þar Guð. Gott veganesti. Enginn fær talsleyfi hann trú sinna að vera trú. Trúin málið og algjör nauðsyn. Annað afsökun. Guð vill að við deyjum öllum afsökunum og segjum sannleikan, góð býtti. Í barnæsku slóst ég í hóp með öllum hinum sem aðhylltust ákveðna breska tónlistabylgju sem kom yfir með miklum hvelli. Engi réð neitt við neitt. Flæddi þetta löndin og fáar leiði framjá og lítill vilji. Engin vitneskja fékkst hvernig mætti láta hana hætta. Og hún hætti ekki heldur hreyf ungt fólk með sér og á nokkur leyti stjórnaði. Unga fólki fer sömu leið og æði gekk. Engin þekkir stefnu æðisins né markmið. En það var. Og ungt fólk elti gulrót en, líkt og asnin, náði henni ekki. Í sögunni atvikið skráð sem Bítlaæðið og vart til mannsbarn í víðri veröld sem ekki hefur heyrt talað Bítlaæðið. Allmargir reyndu það og upplifðu á eigin skinni. Kynslóðarnir sem á eftir komu heyra söguna afspurn. Sáu ljósmyndirnar og kvikmyndirnar. Mín kynslóð telst til þeirra heppnu. Hún fékk eigin reynslu af æðinu. Hini bara söguna, myndirnar og bækurnar. Á þeim dögum vissu menn að Bítlaæðið tengdist borg í Englandi að nafni Liverpool. Strax kom þetta nafn fram ásamt nafninu Cavern Club. Að öðru leyti vissu ungmenni ekkert Liverpool, hvar á breskri grund hún sé, né hvort þar byggi milljónir eða fátt eitt af fólki. Eitt var á hreinu. Liverpool fætti af sér Bítlana, sem við furðu fljótt lærðum á nöfnin. Seinna kom meiri þekking, eins og að meistari Georg Harrison borgaði húsalæguna fyrir foreldra sína og vissi þá sjálfur vart aura sinna tal. Þetta var sagt. Flestum Liverpool nema Bítlarnir stóðu utan þekkingarhringsins. Samt var borgin ennþá og mögulega með titilinn stærsta umskipunarhöfn og hafnarborg Evrópu og gríðarlega umsvif árið 1962 Bítlarnir gáfu út sína fyrstu tveggjalega plötu. Það að Liverpool misti stöðu sína sem umfangsmesta höfn Evrópu vissum við ekki né veltu fyrir okkur og var sama. Sóttumst við eftir eignast plöturnar voru flest okkar tilbúin að hrifsa þær til okkar undir eins og þær komi í búðina sem seldu hljómplötur og hlaupa með heim og setja undir nálina. Þó var hengur á. Fæst heimili höfðu grammófón. Til lítils var að versla sér hljómplötu með enga plötuspillara til að nota. Hljómsveitin tróð sér inn á hvert heimili án þess fyrst að banka og spyrja, halló, má ég koma inn? Svo breyttist allt með ægilegu fréttinu að Bítlarnir hefðu ákveðið að fara í sitt hvora átt og að starfa ekki framar sem einn hópur, eins og verið hafði frá árinu 1962 með fyrstu smáskífu sinnar og við töldum, voru vissum að endist
og entist lengi. Höggið var mikið. Margir upplifa sig sem eina og yfirgefna. En voru þeir yfirgefnir? Varla, fólk hélt það bara. Aflaust þetta sjónarmið og slík ægi viðburð einstaklinga við viðburðum og sumu fólki erfitt að skilja. Skilningur samt mögulegur. Málið að taki fólk eitthvað inn á sig og þetta eitthvað nái því hefur það burði til að verða hluti af manneskju. Höggið mikið, rétt það. En málið þó ekki flókið sé það skoðað út frá mannlegu eðli. Kemur þá ljós að ekki sé allt sem gert sé fyrirfram merkt hyggindum. Þó margt við fyrstu sýn þykir skrítið, má með svolítilli rökhugsun skilja og gjörþekkja ferli. Menn geta leiðst hvert sem og gert hvað sem nóg það. Árið 1970 sumarið hættu Bítlarnir. Lengi og eftir lifðu menn í voninu að hljómsveitin kæmi aftur saman. Alls konar aðgerðum var beitt í þeirri von að þeir færi aftur á stjá. Erfiði skilaði engunni ítrekuð ýting á þá. Eftir morðið á John Lennon í desember 1980 var útséð drauminn. Bítlarnir kæmu aldrei aftur saman. Vonbrigði, vissulega, en staðan. Ég bara spyr, hvað áttu því að fara svona með okkur? Ég hér, Bítlarnir hörnir. Merkilega við málið að áhugi 1970 kulnar ekki, heldur lifir áfram. Það meira lagi undarlegt hver seint menn kveiki á sér og sjáu að hægt sé að gera sér mat úr þessum áhuga fólks. Löngu seinna, áratugum, sjá menn þessa opnu leið. Lengi lifir í glæðum. 2018 skrapp ég til Liverpool eftir að hafa lengi gengið með þann draum í maganum að ganga sömu götu og þessi menn gengu og ólust upp á. Á milli lá draumurinn niðri en skaut reglulega upp hausnum. Ykkur að segja var þetta eitt af mínum bænarefnum að fá tekið mig út úr kirkjustarfinni í 3 vikna skeið og gera drauma veruleika að fara ferð til Liverpool. Árin líða. Ekkert gerist. Ég enn með huga minn við svona ferð og alltaf sama markmið. Fara þangað til að skoða og gera eitthvað meira við ferðina en bara að fara hana. Vildi strax að aðrir nýtu hennar með mér. Og frá fyrstu tíð var að ræða vinnuferð. Notast áttu við upptökur vídeóvélar og setja saman að sem mest af efni frá sjálfum staðnum. Þetta tókst að nokkru. Svo skeiði það á einni samkomu í Smárakirkju, kirkjunni sem ég þjóna í og hef gert undanfarin ár, að í lok einnar samkomunnar stend á mínu stað við myndavélarnar sem þá voru ennþá á 3 fótum við hlið tæknimanns aftast í kirkjusal. Seinna færðist upptökustaður inn í sérherbyggi fram við svið sem þá var ekki orðið klárt. Sem sagt, ég stend á pallinum aftast í sal Smárakirkju og fólki byrjaði að tínast út í lok samkomunnar og ég ekkert að hugsa neitt ferð til Bítlaborgarinnar, aldeilis ekki. Skeður þó undrið. Yfir mig kom rödd sem ég vissi strax að væri frá himnum með þau orð til mín að nú væri ég á leið til Liverpool til að skoða og kanna æskuslóði Bítlana, eins og ég hafi lengi beðið sem satt. Og ekki bara þetta heldur var mér sagt með skýrum hætti hvernig ég skildi bera mig að til að gera mér ferðina fjárhagslega kleifa. Og það skal ég segja ykkur að ekkert rán var framið en nokkur stuldur og annarra manna fé heldur farin lögleg leið á öllu leyti eins og í öll hinn skiptin. Sé annars sagt það hreinanlegar. Allt ósköp einfalt, allt vel skiljanlegt. Fullt var af fólki í kring en enginn þar sem varð neins var. Bara ég og Guð minn og aðrir síðar ég sagði þið frá að ég væri að fara til Liverpool og nefndi dagsetningu ég yfirgefi landið og hina dagsetninguna ég kæmi tilbaka. Allt eins og stafur á bók. 7. febrúar 2018 5-leytið morguninn kom ég með rútu fullri af fólki í Leifsstöð og beið þar eftir flugi yfir til ensku borgarinnar Manchester.
eftir að hafa vilst nokkru sinnum í Leifsstöð. Óvistlegu staður þessi Leifsstöð. 4 klukkutíma flug var til Manchester. Gekk mér talsvert betur að rata í flugstöðinni þar en í Leifsstöð á Íslandi. Í fyrstu var ætlunin að taka lest til Liverpool en lending í leigubíl sem biði í hrönnum fyrir utan flugstöðina og kostaði farið með honum til Liverpool 90 pund, sem mér var síðan sagt að væri of hátt gjald. Komst ég að hennu sanna í ferðalok. Leigubílinn tilbaka bað rétt verð og greiðslu á milli 40 og 50 pund. Sagði leigubílstjóri mér á leiðinni út á flugvöll að kollegar sínir í Manchester væru ferlegir þessu leyti og leiki oft sinn vafasama leik við hrekklausa farþega. Manngreiði sem snuðaði mig skilaði mér heilum til Hallmark Hotels og sveik sín fyrirgefin. Frá öllum hótelgreiðslum hafði verið gengið fyrirfram gegnum netið en herbyggi annað en panta var. En slíkt víst algeng sem pantað gegnum ágætt netið. Sagði mér síðan mér ferðavanara fólk og hvað stenst í dag. Hallmark Hotel bresk hótelkeðja sem teygir sig víða Bretland. Keðjan held ég byggir á gömlum merg. Afskaplega ónægilegur tími, að vísu bað ég Guð 2 ferðir bænir mínar utanlandsferðir hófust. Hitt bænarefnið ferð með stóru farþegaskipi í 3 vikur. Tel ég í dag að ekkert verði af henni. Hefur enda fjarað undan þeirri ferð og áhugi orðin minni. Önnu ferð til Liverpool mögulega inni og ráð fyrir gert að hún toppi hinna, sem verður erfitt. Eitt samt ákveðið. Ekki verður flogið með flugfélaginu Icelandair. Svo mikið víst. Enda framboð og flugi nægt í dag. Takk fyrir áhorf og hlustun.